Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og gestur minn í sjávarútvegsspjalli í kvöld Karel Ingvar Karelsson, fyrrverandi útgerðarmaður, og tilefni þess að ég að fá hann í spjall hérna að hann var að rembast við að gera út skólabát, skólaskip er ekki bara hægt að segja það með þeim orðum, en það gekk ekki alltaf vel fyrir sig. En svo við byrjum, Karel, þú byrjar snemma til sjós. Ég byrja 15 ára. Já, og þú mistir bæði föður þinn og stjúpföður. Já. Og á hvaða skipum var það? Pabbi minn, Karel Ingvarsson, hann var kyndari á Jóni Ólafssyni, sem var skotið niður á milli Íslands og Englands. Á stríðsárun? Á stríðsárun, já. Já. Og svo stjúppabiðinn? Já, hann fekk heilablóðfall hann var á Rauðli þá og var á leið til Grænlands og fekk heilablóðfall, og hann var í 11 daga lamaður öðrum megin borða, því að honum var boðið að fara í land í Grænlandi, en það var ekki vita hvenær hægt verið að fara til Íslands. Þannig að hann var borð allan tíman, og svo þegar hann kom í Hafnarfjörð þá var mágur hans sem kom alltaf niður á bryggju þegar Rauðull var að koma, og hann skildi ekki í því af hverju hann kæmi ekki upp. Og svo fer hann niður og athugar og fer niður í klefa hjá honum, þá liggur hann lamaður öðrum megin. Þeir hjálpuðu honum ekki félagarnir í land. Nei. Svo það er svona blettur á þessu. Já, það er það. En svo við byrjum, svo varstu til sjós. Já. Og fórst í stýrimannaskólann og þessa hefðbundum göngu. Já, útskrifast 1966 úr skólanum. Já, og ert víða á skipum, stýrimaður og skipstjóri eða hvað? Já, bara hefðbundi, hásitið náttúrulega 2 ára. Já. Og svo fer ég sem stýrimaður á eitthvað. Ég var á Guðrúnu bæði á netum og línu og hávirðningaveiðum. Já. En svo ferði í útgerð, og síðan ferði eða svo maður tala nú þetta svona bara, förum fljótt yfir sögu, að þá ferði að gera út skólaskip. Já, byrjunin á sig þannig að ég hef við Jónsmast húsið í Hafnarfirði sem þú þekki nú til. Já. Og þá hitti ég Óttar Proppi Ólafsson. Já. Og hann spyr mig hvort ég veit eitthvað sem að myndi vilja taka úlinga sem voru búin að vera á Breiðuvík. Það var að leggja það niður. Já. Og ég segi við hann, ef ég fæ bát þá skal ég fara í þetta. Og það er byrjunin á þessu úlingarstarfi. Já. Og svo fer ég og tala við Kristmund og Ólaf Finnbogasyni sem áttu Mýrafellið og Sandafellið og fara við þá, og þá segir Finnbogi, hann Óli segir, já, þú mátt fá Mýrafellið ef þú vilt. Og þannig byrjaði þetta. Hvað var það stór bátur? Það er við svona 17 tonna bátur, stálbátur. Já, frambyggður. Já. En þetta var þrautaganga? Já, það var þrautaganga. Það var nefnilega, máli var það að Kótinn, hann var náttúrulega kominn og svo voru 2 einmitt í kaffi hjá Kristmundi. Þannig erum við að tala árið 1996. Já, ég byrjaði náttúrulega mikið fyrr. Þetta var 1978 sko. Já, þetta er svo langt síðan. Já, sem ég byrjaði. Já, það er fyrir dag kvótakerfisins. Já, það er fyrir kvótakerfisins og þetta var ekkert verið að erfa og þurfti ekkert að vera með kvóta þá, en þegar að kvótin kemur, og þá var ég í kaffi með hjá Kristmundi. Og þá er maður þar sem segir,
ég get ekki samþykkt að þú fáir veiðiheimildir í þetta starf. Nei. Og þá sagði Kristmundur, þú átt að styðja þetta, hann tekur ekkert frá okkur, en hann kannski býr til menn fyrir okkur, sjómenn fyrir okkur. Já, þjálfar upp, unga drengi. Svo þegar að ég var búin í þessu kaffi, þá gengi ég niður á höfn í Hafnarfirði, á Bryggju, Suðurhöfnina, og þar hitti ég mann og það var eins og ég væri að tala við hinn, því það var nákvæmlega sama orði sem hann sagði við mig þar. Þannig að þeir hefa ábyggilega verið búin að tala um það, sín og milli. Já, það er ekki ólíklegt. Þetta hefur farið illa í þá. Nei. En spáðir selduði fyrir ágætispenning held ég kótan sinn. Já, já. En þú varst ekki að tala um að fá kóta til eignar. Nei, það var alltaf í öllum bréfum sem voru seld í kringum úlingastarfið. Já. Þegar kótin kom, að hann yrði aldrei eign viðkomandi aðila. Útgerðarinnar. Nei. Og áhöfnum verið alltaf meiri hluti á úlinga sem vildu læra sjómennsku eða hefðu verið í erfiðleikum. Já. Og enda fór þegar ég fór að... Þannig ert í sambandi við barnaverndarnefndir og félagsmálastofnun sem hafði verið að senda drengi á Breiðuvík. Já, þeir hafa búið að leggja það niður og úlingaheimilið í Kópavogi var komið í staðinn. Já. Og þar var ég í samstarfi við það og svo síðan með þá kom fjölsmiðan í Kópavogi inn í þetta og sá öðlingsmaður sem var þar. Var það Þorbjörn Jensson. Já, landsliðsþjálfari og stóð sér mjög vel í sínu starfi. Já, og er hann ekki að vinna ennþá að þessu málum? Já, ég er ekki klárað. Ég talaði nú, það er ekki mjög langt síðan ég talaði við hann. Ég var að mynda að spyrja hann hvernig þetta væri og hann sagðist ekki finna sér til að fara og sjá það. Nei. En þetta var dálítið skrítið að menn skildi ekki vilja styðja við bakið á þessu og gera þetta almennilega. Já, það vantaði allstaðar peninga. Jú, en þetta bara bjóð til peninga. Já, en þetta er bara svona og það er allar nefndir og annað meir segja þessir, ég er með hérna í gögnum myndir sem eru menn sem hafa verið til sjós. Já. En sumir þeirra neita því hafi verið í nefndinni þegar ég var að tala um þetta við á núna fyrir stuttu. Já. Og hann baði mig eitt þeirra. Þá vorst að tala um nefnd á vegum ríkisins stjórnvalda. Já, sem átti að vera að ræða um þessi mál. Og það var sjávarútvegsráðherra þá sem skipaði þessa nefnd. Já. Og það var Einar Guðfinnsson. Hann var sjávarútvegsráðherra. Já. Og svo var fyrrverandi fjármálaráðherra Árni Matthísen var það líka. Já. Og fleiri góðir. Já. Þannig að þeir kærðu sig ekki þetta eða vildu þetta ekki og studdu ekki við þetta. Nei, þeir studdu ekki við það enda svo þegar að við vorum náttúrulega búin að vera svolítið lengi að berjast í þessu og ég var búin að fara eins og sýndi þér á nánast alla staði á landinu til að fara út með krakka í 9. og 10. bekk. Þú fórst eiginlega hringinn í kringum landið. Já, ég fór Þú ættir eiginlega að lesa það upp á hvaða staðið þú fórst. Já, það er náttúrulega... Þú varst með það á blaðinu. Já, það er náttúrulega... Ég fór alveg norður á Raufarhöfn, sneri þar við og tilbaka og svo fór ég aftur til Vestmannaeyja frá Hafnarfirði. Þannig að alls þar Þú fórst á Akranes og Reykjavík, Hafnarfjörð og Garðabæ. Já, alls það sem 9. og 10. bekk voru, þar var farið í dagstúra með þá og þau fengu að renna fyrir fisk. Já, pröfa og líka kendi ég þeim að sýndi þeim hvernig skipum myndi láta ef það væri keyrt á mikilli ferð á móti eða hvort það var slegið af til þess að vissu hvernig hlutinni væru. Já. Og margir og svo krakkarnir sem voru frá úlingaheimilinu það var nú meiri alvara í þá var nú komið svona þessi vísir af kótanum að þá voru þeir að draga og myndin mynd
hjá okkur þar sem að einn drengurinn veiddi 50-60 kíló af lúðu. Já. Og ég var búinn að biðja að draga upp færin og hann ætlaði ekki að vilja hætta því að hann ætlaði að ná sér í aðra lúðu. Já. En hérna er sko, hérna er ég 100 míl. Snúðu þessu svona aðeins meira að mér. Hérna er ég 100 mílur út í hafi á lúðuveiðum. Já. Út í landgrunnskanti. Landgrunnskanti. Þetta eru krakkar sem voru frá unglingaheimilinu og svo varlega... Þau hafa þá verið í nokkra daga túrum. Já, við vorum í svona 2-3 daga. Já. Og hérna nú áhöfnin. Já. Þessi var lengi með mér hérna og þetta er sonur hans sem var hérna. En það heldur margir að þetta væri bara fyrir ykkur vandræðaúlinga sem kallaði var, en þetta var ekkert það. Það var bara að þeir vildu koma og fara til sjós. Og ég hitti nefnilega konum núna í fyrradag í Íslandsbanka. Sonur hennar, hann var með mér. Já. Og það var búið að naga hana í mörg ár, af því að það var talað að þetta væri bara vandræðaúlingar. Já. Og hún hugsaði, hvað er ég búinn að gera drengnum? En hann var algjör fyrirmynd annara, þessi drengur, og ég sagði henni að það hefði alltaf verið hjá mér fullt að þetta væru bara krakkar sem vildu læra sjómennsku. Og að því að það kom stundum fyrir að krakka voru, við þurfum að vera einhverja fyllibitt til að fá starfið, en það var alveg gjörsamlega tekið fyrir það. Já. En hérna, veiðiheimildirnar voru alltaf vandamál. Já, voru alltaf vandamál, af því það var alltaf haldið það að þetta væri gróðuna sjónarmið, og ég sagði allstaðar að hætti verkefnið hjá mér, þá færi kótinn heim til sín. Já, bara til ríkisins aftur. Já. Og allt sem að til er þetta, sem er náttúrulega mikið meira heldur en sést hérna á borðinu, að það er hérna, segir allt það hvernig ég hugsaði þetta. Já. En andstaða meðal manna í sjómannastett, eða réttar að sagt útgerða manna við, að þetta yrði framkvæmanlegt. Já, sumir voru með, eins og þessir menn sem ég var að tala að hefðu verið að segja átnamatt þetta, að þeir voru að segja þetta væri tónur, en það var maður, af því að ég var að vinna á tilkynningarskildinu tíma, að þá sagði einn, Kalli minn, veistu það, ég er búinn að reyna þetta og þetta þýðir ekki. Það er enginn sem vill styðja þetta. Og það var Ásgrímur Björnsson, erindreki hjá Slysavarnafélaginu. Já, sá merkimaður. Hann sagði að þetta þýðir ekki. En þrjóskan, kannski, eða heimska. Hvort ekki. Hérna til dæmis eru drengir sem voru í 9. og 10. bekk og voru hérna frá Reykjavík. Já. Sem voru svona. Þannig að það er til mikið á gögnum hérna og margir, og frá sýslumönnunum líka. Já. En skrítið, ég var hérna með þátt fyrir 3 eða 4 vikur síðan, og þá sagði ég frá því að ég ætlaði að hafa viðtal við og spjalla við þig svona skólaskip. Því við vitum náttúrulega að norðmenn eru með nýliða kvóta fyrir 14, 15, 16 ára krakka og úthluta þeim meiri segja veiði heimildum til að fara á litlum trillum út á sjó til að veiða. Hafa veiði heimildir. En hérna gerum við ekkert svoleiðis. Við erum ekkert að leggja til í að búa til sjómenn eða skapa áhuga og hvata hjá ungu fólki. Nei, hvað myndi segja í þinginu núna ef að svona kæmi ykkur með
tillögu þetta miða við það sem þeir eru að rífast út af strandveiðunum. Strandveiðunum. Já. Ég væri farið fram og þeir væri lokaðir inn. Já, það var ekki ólíklegt og þeir yrðu lokaðir inni ef þeir væri ekki í. Já, ef þeir færi fram yfir allavega. Já. Ég fekk nú fyrir það, það var hringt í mig þegar ég var að koma að norðan og þá var ég út af Patreksfirði og þá var hringt í mig og sagt að ég væri komin 260 kíló fram með úr. Já. Og ég sagði, heyrðu, þið farið ekki að senda að varskip á mig. Já, þú ert búin að brjóta lög og þú tekur afleiðingunum. Já. Og hvað fékkst því sekt? Ég fekk einu sinni þegar ég fór hana eitthvað fyrir og það misfór hjá okkur löndun eða sko vigtunin á því. Því að það var sko ólaunað eftirlitsmaður á bryggjunni. Já. Og þá fekk ég dóm upp á Ólaunaður? Ólaunaður eftirlitsmaður, já. Já. Sem lét vita hvað aðrir voru að gera en glemdi sjálfum sér. Já. En hérna þegar ég fekk þessa sekt þá var nú til þess að það var góður maður í Grindavík sem ætlaði að kaupa kvóta fyrir mig en hann var svikinn af kvótasalanum. Já. Og hérna ég gat ekki hugsað mér að hann myndi býða hnekk fyrir mig svo ég samþýtti þessa sekt sem að var þá annarkvæmt 40 daga varðhald eða 460.000 krónur. Já. En það náttúrulega... Það hefur verið fyrir fyrsta brot. Já, fyrsta brot, já. annars hefði ég geta farið í fangelsi. Já. En það var margt. 260 kíló. Já. Og meira sé að þegar það komu eftirlitsmennir, þá kom lögregla og það kom veiðeftirlitsmaður og allt og þú voru að skrifa því að ég var náttúrulega komin í þrot með mína regni og svo voru þeir búin að kíkja á íbúðina hvernig því að það átti að fara að bjóða hana upp. Já. Svo hérna kemur hann út á, svo þetta var á annarri hæð, svo kemur hann og segir svona, já heyrðu, svo bíll hérna. Já, ég á hann ekki segja. Nei, ég auðvitað á konan hann. Já. Svona, og ég sagði við hann, sérðu hvar þú stendur, það er hátt þetta niður. Og svo er þetta tvíbýlishús og maður er niðri eða þau hjónin eiga bílinn. Já. Hann sagði ekki mikið á eftir. Nei, en þú hefur ekki fengið neitt almennilegan stuðning til að gera þetta. Nei, þó ekki. Þú værir að hjálpa virkilega bæði barnaverndarnefnd og félagsmálastofnun og öllum að bjarga jafnvel ungum strákum og stelpum. Já, þú varst líka með stelpum. Það var ekki sko. Þetta var líka félagsmála yfirvöld. Þau höfðu bara engan pening. Nei. Það var ekki til pening og ekki í þetta. Nei, ekki það var þetta. Mjög gott eins og hérna þeir sem voru að vinna í þessum málum. Þetta var alveg geysilega gott eins og hérna hann Árni Gísla Eggertsson. Já. Mjög fínt og allt þetta fólk sem maður var að minna með. Þetta var alveg af heilindum. Hvar var hann? Hann var hjá Reykjavíkurborg. Já, sonur Eggerts Gíslasonar. Gíslasonar, alveg öndvísmaður. Hét hann ekki Gísli Árni? Gísli Árni Eggertsson. Já. Svolítið að það vantaði ekki. Þetta var bara í öllum og í Hafnarfirði, Árni Guðmundsson hjá Hafnarfirði, sko, hann var mjög, og ég var að mynda að tala við hann áðan, sko, hann vildi endur mynda að setja öll þessi gögnin á geymslu hjá Þjóðminjasafninu. Já, þetta hefur og segir ákveðna hluti að menn hafi verið að reyna þetta. Já. Því þetta og var í rauninni ekkert nema gott þetta að segja. Nei, það var mjög... Þegar ég var búinn að segja frá þessu að ég ætlaði að vera með þáttum skólaskip í rauninni eða tækifæri fyrir unglinga, þá hringdi í mig maður og sagði mér þá sögu að hann hefði farið á svona eitthvað skonar félagsmála apparat hjá Hjálmari Jónssoni
sem var dómkirkju. Já, það er rétt, hann var með það fyrir norðan. Já, og hann sagðist hafa farið þar til sjós og fengið tækifæri til að sjóast og læknast af sjóveiki og annað þess áttar. Og svo varð hann bara, fór hann hefðbundna leið, varð áseti og síðan skipstjóri, stýrimaður og skipstjóri og hefur fengist við það síðan. Já, það er náttúrulega eins og ég var nú búinn að segja svona, það var einmitt strákur sem var búinn að sækja á togara hérna í Reykjavík. Já. Og skipstjórinn sagði að nei, ég get ekki tekið mann sem hefur ekki komið, sko, eða verið áður. Já. En þegar þú ert búinn að fara á sjó, þá læturðu mig vita. Já. Og svo erum við í Sandgerði og við ætlum að fara út, þetta var fyrir miðnætti, og þá hringir síminn hjá honum og þá er það skipstjórinn á þessum togara og hann spyr hann hvað það sé og hann sagði vera borð í bátnum og þeir fara á sjó og þá sagði hann ef þú getur fengið lausan, þá getur þú fengið pláss hjá mér. Já. Og hann fór, ég hef fylgdist náttúrulega ekki með því hvort hann hefur orðið, en allavega var þetta til þess að hann fékk tækifæri. Svo var til dæmis einn drengur sem var búinn að vera í öllu hjá Reykjavíkurbót sem hægt var til að reyna að fá hann til, hann var ekki alveg eins og við erum öll, en það var, þegar eftir hann kom til okkar, það var alveg sama á hvaða tíma sólarhringsins ég fór á stað. Hann var alltaf kominn niður heima hjá sér af því að ég sótti þau all heim. Ég keyrði hérna út á Seltjarnarnes og réri úr Sandgerði. Ég var með bíl með 7 manna húsi og smalaði þeim öllum saman. Hann var alltaf til. Alltaf klár. Alltaf klár. Og ég fylgdist með honum svolítið af því að hann var að vinna hérna hjá fyrirtæki og ég sá hann átt í skurðum hérna Hverfisgötu og hingað og þangað og hann, ég hef ekki séð hann núna í síðustu 4-5 árin eitthvað svoleiðis en hann var alltaf að vinna. Þeir gátu ekki notað hann hjá borginni því að hann bara glemdi og kunni ekki og meðtók ekki hlutina. En hann var alltaf klár til sjós. Já. Þó að þyrfti eins og við vorum að draga netið. Ég þurfti alltaf að segja honum hvernig hann átti að fara, hverju einustu trossum. Já. Og við dróðum kannski 60 trossur. Já. En það bara festist ekki og við skiljum það sem kannski að fara með tína. Svolítið. Já, en þetta hefur borið árangur sko gagnvart þessum einstaklingum. Já, margir af þessum krökkum hafa bara orðið mjög góð og einn stofnaði nú bifreiðarverkstæði og hérna hefur gengið vel hjá hún, veit ég. Já. Þannig að þó að sé ekki nema hægt að bjarga einum þá er Nei, það var nú svoleiðis á þessu stóru bátun sem maður var á 200-300 tonna skipum að maður var að reyna að vera alltaf með einn óvanan á hverri vertíð. Gefa einum óvunum séns. Já, það voru skipstjórar sem gerðu þetta til margar ára og maður hérna apaði þetta eftir þeim. Bara manni fannst þetta að vera skylda að gefa ungum strákum tækifæri. Þegar ég byrjaði til sjós hjá Gísla Ólafs á Ágúst, þá vorum við þarna 4-5 guttar svona 15 ára. Og forstjórinn sagði, hvað er þetta að gera við öll þessi börn um borð? Börnin eru mætt og farð þú í land, sagði Gísli. Það var alveg, svo vorum við teknir upp á keis og hinga og hanga til að kenna okkur að vinna. Já. Og þannig að þetta er bara eins og í annari vinnu. En maður hefði haldið að alvöru útgerðarmenn ættu að vera jákvæðir gagnvart svona. Já. Búa til fleiri sjómenn. Já, en það voru náttúrulega nokkrar útgerðir sem að hjálpuðu til með svona 10-15 tonn á kvóta. Já. Þar með á Akranesi. Við fórum på Akranes og við veittum þar fyrir Harald Böðvarsson. Já. Og við hérna og fengum hjá bæjarútgerðinni og það var verkað og Guðrún Lárusdóttir í Hafnarfirði og í mér. Já.
hún lét okkur hafa 5 tonn en það var skilyrði að við myndum setja á fiskmarkaðinn. Já, já. Og það var gert. Og hún átti náttúrulega í fiskmarkaðnum. Já, en það var vel alveg gert hjá henni. Hún já. tók þátt í því en. Já, já. Og allavega betur Var heldur það þeir sem letu ráðherra vita því að það var ekki hægt að samleggja þetta. Já, já. Svo líka þegar að seltur litli Hafróbáturinn þá fengu þeir 160 tonn með en það voru þeir allt sjálfstæðismenn. Já, sem keyptu. Já, ég veit ekki hvernig ég veit að þeir eigendurnir voru mjög góðu drengir, ég kannaðist við þá. Já, já. En það var bara, þeir voru bara áttu réttu vinnuna. Það stundum gott að þekkja menn. Já. Svo þetta spurning líka stundum hvar eru atkvæðin. Já. En Svo náttúrulega líka kemur út úr þessu þegar sjávarútvegsdeildin átti að stofna sjávarútvegsdeildina fyrir unglingaheimili hjá Þorbirni. Já. Að þá var nú verið að leita eftir skipi og fleiri og þeir hjá Nýsir. Já. Þeir vildu koma inn í þetta og svo var Fjölsmiðjan, hún var að flytja úr Kópavoginum og hérna upp í Ögurhvarfið og þeir höfðu ekki bolmagn en Nýsir keypti Arnar sem var í Grundarfirði. Já. Mjög góðan, þú þekkir hann. Það var nú einu sinni hringur í Hafnarfirði. Já. Og þeir komu með hann og þeir slóa, þeir var alltaf, ég man nú ekki lengur hvernig það á því stóða, en þeir ætluðu að fara að skipta bát, þessi útgerð, þannig að Guð Bjartur held ég hann heiti maður, og hann lækkaði verðið 3 milljónir til okkar. Út af þessu verkefni. Út af þessu verkefni. Þannig að það hafa verið einstaklingar sem að sáu að þetta var sniðugt og bara samfélagslega þarft verkefni. Já, þeir voru mjög góður. Svo fór ég og Jóhann Vélstjóri fórum og þeir komu með bátinn. Ég fór bara með og þeir komu með hann og hann lá í Hafnarfirði í 1,5 ár. Því að það var ekki hægt að gera neitt. En svo var hann seldur og til Evrópu og fyrir Pólverði eitthvað sem keypti, ég þekki ekki alveg nógu vel. En þá seldist hann fyrir dágóðan pening. Já. Og Nýsir lét Fjölsmiðjuna fá 8 milljónir sem var hagnaðurinn af sölun á bátnum. Já. Og það sýnir hvers konar hug þessi. Já, þeir hafa borið góðan hug til. Já, en það Ólafur Sveinsson var hann sem skrifaði nú mikið af betlibréfum fyrir mig, þetta er alveg afbrigður og ég er nú búinn að gleyma Stefán heitir hann sem var hann Þórarinsson, já, mjög góður drengur og þeir stóðu vel við og hjálpuðu manni mikið að skrifa og reikna út það sem þurfti að reikna. Já. En þetta er þarna, það voru margir sem að svona gerðu lítið en þetta var bara eins og þú þekkir að vera með menn í vinnu, fullorðið fólk og það líka, ég sótt til þeirra að fá að nota sama mannin sem vélstjóri og stýrimann. Já. Menn sem voru, maður sem var með bæði skipstjóraréttindi og 20 ára skipstjóraréttindi eða reynslu og vélstjóri með 120 hestafla réttindi. Já. En það var... Nei, nú erum við 500 hestafla réttindi. Já, 500 hestafla, já. Og hann var búinn að vera skipstjóri og vélstjóri. Já, með 120 tonna stýrimannsréttindi. Já. Og þannig en það var ekki möguleiki að það fengist. Þó að þetta væri bara, eins og maður segir, rétt út fyrir Hafnargarð. Já. En þetta er svona, barningurinn var svona. Já. En þú hefur mætt frá sveitafélagunum jákvæðu hugafari? Já, það var mjög gott og Árni Guðmundsson, ég var nú að tala við hann hjá Hafnarfjarðarbæ.
Já, núna bara í morgun já, og hann sagði að þetta hefði verið svo gaman að vinna við þetta og mjög ánægður og hann vildi að öll gögnum þetta færi inn á Þjóðminjasafnið eða Þjóðskjalasafnið til að varðveitast og taka sko sögu skólaskipa á Íslandi sko til að hafa. En þetta er bara sorgarsaga hjá okkur Íslendingum að við höfum ekki lagt neina rækt við það að þjálfa upp Nei. eða gefa ungum drengjum og stelpum tækifæri. Þetta voru líka stelpur í þessu sko. Já. En við höfum ekki gert það. Nei, það er ekki það gerir það. Ég var með 2 stelpur réðar þær voru 18 ára og þær voru með mér í 4 ár, meir og minna. Já. Á ýmsum skipum. Ég vil vera að lesa daginn bara einhverja hrakkallasögur sem lentu í þarna einhvers tímann. Já, það var reyndar ekki borð hjá mér, það var í öðru skipi. Já. Hún fór í lausaróður á skipi og lenti í strandi við Krýsuvíkurbergið. Já, það var einmitt hún sem Já. Nei, það konur geta alveg verið sjómenn sko. Sigríður formaður. Já, fyrir nú utan hana en það eru bara margar konur búin að vera á frystiskipum og alls konar skipum. Og Sigrún stýrimaður Já. Hún var nú aldeilis. Já. Þannig að það er ekkert bundið við það, en náttúrulega á meðan það er eiga börn og svona, þá er það kannski aðeins erfiðara. Á meðan ekki búið að breyta okkur. Já, þetta er... En þetta er bara sorglegt hvernig að við skulum þessi sjávarútvegsþjóð sem á allt sitt undir eiginlega fiskveiðum hefur átt síðustu 120-30 árin. Já. Frá því við fórum moldakófunum í skárri hús. Svona litu út þessir bátar. Þetta er Guðbjörg þessi hvíti Guðbjörg sem var smíðuð í Hafnarfirði hjá Júlíusi Nýborg. Hérna er búið að mála hann allan upp og hérna heitir hann Haftindur og skólaskip stendur hérna. Já. Og þeim var alveg kent að hafa hlutina hreina. Já. Þannig að það þarf líka. Já, það er partur af sjómennskunni og sérstaklega í dag. Það hefur alltaf verið að aukast hreinlæti og bara góð umgengni vígslusali og það er númer 1, 2 og 3 að hafa hlutin hreina. Já. Bæði skip og allt sem tilheyrir vinslu á dekkinu. Hérna er einn hópurinn sem, hvar er vélinn? Já, hún er hérna beint á móti þetta er bara flott. Þessi er tekin í Reykjavík, svo. Já. Þannig að það er til mikið efni í kringum þetta. Já. En í rauninni ættu við að mæla með því að þetta yrði farið út í þetta aftur að vera með skólaskip og gefa ungu fólki tækifæri til að fara á það er náttúrulega einhverjar fiskveiðar. Já. Hérna er svona hópur sem var þetta stýrimaðurinn. Já. Bertelsen. Já. Þannig að og hérna er náttúrulega gömlu tónarins og ég var stýrimaður á Guðrúnu þegar við varum að veiða háhyrningana. Og þú veitir keikó? Keikó. Það hefur allir veitt keikó. Er það ekki? Jú. Og hérna er ágúst og júní og apríl. Þetta eru 2 ára sem ég var á. Já. Þannig að en þetta er ákveðin kafli sem að mér finnist að við þyrftum að
jafnvel að reyna að endurvekja að vera með eitthvað svona og gefa ungu fólki tækifæri það væri mjög gott til að kynnast sjómennsku. Það myndi án efa Ég náttúrulega að gefa þeim svona kveðja frá hafnfirskum sjómönnum. Þakkaði fyrir það. En Karel, félagsmál. Þú hefur nú tekið þátt í félagsmálum af ýmsum toga líka. Já. Sambandi við sjómannasunnudaginn og sjómannafélug. Þú varst í Kára. Ég var í Kára, já. Sem var félagsskipstjórnarmanna í Hafnarfirði. Já. Og sjálfsagt Svo var ég í sjómannafélagi Hafnarfjarðar. Já, í upphafi. Já. Sem ungu maður. Já. Og þú varst virkur þáttakandi. Já, var það. Svo náttúrulega byrjaði ég að við félagarnir á Hafrinum, við tókum þátt í kappróðri 1958. Það vantaði á móti fullorðnum. Já. Þá fórum við, ég og Eiríkur í Bjarnabæi og Alli í Bjarnabæi. Já. Jóhannes Hafberg, hann dó í bílslysi. Sigurður Brynjólfsson, hann var þarna líka. Þorsteinn Jónsson og Sigurður Jóhannsson. Þeir eru nú flestir farnir, við erum eftir 3. Já. Og við erum hann á móti fullorðnum. Já. Og töpuðu náttúrulega. Hvað voru þið gamlir þá? Við vorum 15 ára. Já. Það var 1958. Ég er orðinn 82. Já. En þetta var byrjunin á sjómannadeginum. Og öllum dögum hef ég tekið þátt í síðan. Síðan þá? Síðan þá. Já. Og það kom við settum upp sýningu í Hafráhúsinu fyrir 2 árum síðan með myndum af öllum mönnum sem við hefum heiðrað og konum. Já. Og líka af öllum konum sem hafa lagt blómsveig við Víðstaðakirkjuna horfna sjómenn. Já. Og svo kom einn kunningi minn til mín og sagði, heyrðu, hvar varst þú 2014? Já. Nú, ég veið bara hérna Hafnarfirði við sjómannadaginn. Nei, það var engin mynd af þér. Það var engin mynd af þér, svo fór ég að hugsa. En það setna mikið mér að þá hafði ég verið á frændi minn að gifta sig og ég var þar fyrir austur í Hvolsvelli. Og mistir af sjómannasundi. Já, það var ekki tekið mynd af mér. Nei. En þú hefur allar götur síðan verið að starfa í kringum sjómannadaginn og rafnistu og ýmislegt. Já, ég bara svona láta eitthvað vera að svælast. Jú, náttúrulega sjómannadagi mikið og náttúrulega Varst í stjórn Kára? Nei. Ég var í stjórn hjá sjómannafélaginu. Já. Nei, hjá sjómannafélagi Hafnarfjarðar. Já. En hverjir halda formlega utanum sjómannadaginn í Hafnarfirði? Já, það er náttúrulega sjómannafélagi á meðan það var. Já, en er það sjómannadagsráð? Ja, sko, núna er sjómannafélag Hafnarfjarðar, það er komið inn í Reykjavík. Já. Og þá eru þeir þar inni og fengu þarna 4 eða 5 stjórnarmenn þar. Já. En þetta er orðið sameinað og þá er sko bara sjómannadagsráð og við vorum búin að vera að betla í áratugi að reyna að fá til að reka daginn hjá okkur. Því þetta kostar allt, það er bara að heiðra menn og fá skemmtikrafta og svona. En svo voru svo heppnir þegar Ariel Pétursson tekur við keflinu hérna hjá sjómannadagsráði að við komumstum á fjárlög hjá þeim. Já. Og fáum 1 milljón á ári. Til þess að halda sjómannasunnundag hátíðlegan í Hafnarfirði. En til að bara vita hvað til dæmis bara núna á milli ára þá er kostnaður og það kostar þegar við erum að sigla með við leigjum hjá Eldingu 2 báta. Það kostaði 600.000 í fyrra að sigla með fólkið. En núna er það komið í 1100. Já. Og þetta er allt orðið svona, núna er skemmtikraftarnir, þetta er allt orðið svo opbáslega, ég veit ekki hvað dagurinn kosti ekki 30
40 milljónir, ég veit það ekki. Já, Þetta orðið alveg rosalegur kostnaður við það. já. En það var nú lengi vel svoleiðis að útgerðirnar á hverjum stað lánuðu skip til siglinga. Jóni Sjóla, hann lánaði okkur báða tórana sína og þeir fóru með 2000 manns. Já, í 2-3 ferðir eða? Ég sildi 3 ferðir á bátnum mínum, hafðindi fólk. Já. Og svo var náttúrulega Ringur og þessi bátar sem voru voru mjög góðir í að sigla fyrir okkur og hjálpuðu til. Já. En það voru líka, þegar ég var að betla fyrir, þá var maður kannski að fá bíðum 20-30 þúsund, sko. Það fannst of mikið. Svo var núna síðast, þá var aðeins lift, sá sem að taka við hann lifti aðeins beininu og það kom mikið minn út úr því. Já, var það ekki? Það fannst að segja að það var ekki of hátt. Nei. En þú hefur sem sagt verið virkur þáttakandi í kringum þetta. Já, ég myndi segja það. Já. 3 ára 4 sem er alltaf að hætta. Það er ekki laus enn. Nei. En það er svona, maður heldur maður sé ómissandi. Jú, og ert kannski ómissandi. Þú voru að standa í þeirri trú. Já, ég var nú að koma núna, við vorum einmitt að ég var að tala um að við ættum að vera búin að fá kappróðarbátana niður, sko, því að það félag hérna stefnir United sem að hafa siglt, sem hefur verið að róa mikið hjá, eða núna síðustu áratugi náttúrulega, og bátarnir eru að koma núna fyrir mánaðamótin. Það er engar áhafnir lengur að róa, er það? Nei. Engin. Nei. Það eru bara einhver svona klúpar eða lið eða... Já, það eru krakkar svona og slökkur voru menn frá Reykjavík, lögreglan Reykjavík, þeir reru í nokkura, svo breyttu þeir vöktunum og þá fór róðrarflokkur út á suður. Já. En það er... Þetta hefur þróast í öllum sveitafélögum nánast. Já. Hringinn í kringum landið. Í rauninni með leiðilegum hætti, sko. Já. Það var lengi vel fram að eldgosum í Grindavík, þá héldu þeir daginn flott, sjóarinn síkátti. Já, núna er allt saman við senduðum og það var nú sendt frá okkur, sko, beiðni hvort þeir vildu koma og róa með okkur eitthvað, en það lenti inn á vitri skrifstofu hjá þeim sem sendi. Já. Þannig að það var ekki, en þeir eru náttúrulega með Reykjavík, sko. Já. En þetta kemur upp aftur. Já, vonandi. Já, þetta er nú svona vinn og það er náttúrulega mikið sem er búið að ganga á í kringum þetta blessað starf. Já. En svona ég var nú að segja það sem er svo vel gert, sem ég var svolítið hissa þegar ég fekk hringinguna það hvort ég vildi taka fálkaorðuna. Já, fékkstu það? Já, ég sagði við stúlkuna sem hringdi, mjög þægileg og góð stúlka, og ég sagði að mín skoðum að hefði væri nú því að það var nú yfirleitt heiðraði þeir sem mættu bara í vinnuna. Já. Og þá sagði hún, Karel, talaðu þetta við konu þína og ég hringi því á morgun. Já. Og það var til þess að ég sagði já og sé ekki eftir því. Þetta er ákveðin heiður. Ég held að þetta væri kannski fyrir sjómannadaginn, en þetta var fyrir unglingastarfið. Já, og ég er ekki tiss á því að þú hafir verið tilnefndu til að fá fálkaorðun á meða við marga aðra sem hafa fengið fálkaorðu. En þegar Guðni var að lesa, þá var það tekið fram að þetta hefði verið til unglingastarfs fyrir og... Já, þú áttir það og átt það bara skilið, og þess vegna er vel við hæfi að skoða hvort að sjávarútvegurinn í heild sinni eigi ekki að standa að því að fá einhverja menn til að gera út skólaskip. Já. En það er líka, það er sko, að því að
kostnaður við reksturinn eingöngu ef að væri hægt að taka það upp úr hafinu. Já, það hægt að gera það. Já, ef þið bara veita heimild. Mér þætti gaman að fá þessi stórmenni sem eru í þessum sjávarútvegi öllu saman, hvort við væri tilbúin til þess að setja einhver tonn í þetta. Í púlíu? Já. Já. Það þyrfti sjálfsagt 300-400 tonn fyrir 20 tonna bát. Já, þetta verður náttúrulega að vera svona að sé hægt að fara kannski eitthvað aðeins út fyrir. En það myndi, ég held að myndi örugglega 300 tonn myndi ábyggilega geta gert vel ef svo það líka. Ef þú selur þetta á fiskmarkað að þá 550-600 krónur á markaðsverðið í dag. Já. Þannig að ef menn væri að fiska fyrir einhverjar miljónir, sko. Já, það 100 milljónir eða eitthvað. Það er eina, sko, það var eina sem er eitthvað vitværi í. Það væri að taka eitthvað úr stóra pottinu til eitthvað. Sjáðu nú lætin út af þessum 48 dögum, hvað eru margir sem að þetta er eins og að sé alltaf fara til helvítis á þessum stöðum. Þó kom einhverjir. Það er ömurlegt að sveitafélög sem hafa gengið í gegnum það. Allar veiðiheimildir hafa verið hirtar af þeim. Já. Að þeir skuli koma og rísa upp á afturlappirnar núna og tala það að ef það verður hækkuð auðlindagjöldin einhverja milljarða að þá fari allt vélsmiðjan, samkomuhúsið, rakarastofan og allt. Þetta er bara fólk sem bara skilur ekkert í. Nei. Þetta er bara ekki heil hugsun. Nei. Vitræn hugsun á einn eða neitt nátt. Það er alveg rétt. Það er ekki sko, sjá hvernig Hafnarfjörður fór út úr þessu. Já, við fengum skipti á Maí, norska togarnum og fengum austurþýskan í staðinn. Já. Maí, hann var með haffærisskírteini að sleppa honum kvöldið en hinn var allur í tætlum. Já. Og það Já. Þessir menn væru ekki tilbúinir til að leggja neitt. Já, ef bæjarútgerðin ætti kvótann sinn í dag sem þeir áttu. Já, og ágæti skipstjóra á þessum tíma. Já, og þó þeir hefðu lagt niður vinnsluna og selt bara á fiskmarkað eða silt fyrir ellenda markað, þá hefði bæjarútgerðin geta gengið ljómandi vel áfram. Eins og með þær veiðiheimildir sem þeir áttu. Já, en það er. Enda þeir sem fengu að kaupa kvótan af bæjarútgerðinni, þeir hafa gert það ágætt. Já. Síðan. Já, þetta er svo, þetta bara sér hvernig afkomendur þessara blessara manna sem eru með þetta, hvernig þeir. Já, Þetta er ekki lítið og svo eins og var nú hérna þegar það var verið að þinglýsa eignabréfunum að þá var þetta bara nafnatilfærsla. Já. Þú mátt ekki hérna skipta númer á bíla, þá var það stór mál. Já. Það er svo sé nafnafærsla. Já. En þetta er bara sorglegt hvernig við lítum á þetta og sérstaklega sveitastjórn. Já. Því að þær, ef allt myndi verða eins og það ætti að verða, þá er þið náttúrulega fiskverð hækkað. Já. Gagnvart sjómunum, þá koma meiri útsvarstekjur í sveitafélagi. Já. Þá koma meiri tekjur í hafnarsjóð, hafnargjöld og annað. Tekjuskattur til ríkisins eykst. Já. Og þetta er allt í plús. Nema það er ekki hægt að setja þessa peninga inn á Bahama-eyjur einhvers staðar eða. Já, þetta er orðið mikið breyting á svolítið. En þetta er nú að styttast í þessu spjalli hjá okkur, Karel. Já. En hvað vilt þú segja svona að lokum við? Já, ég vil bara að verði komið á góðu skólaskipi með góðu fólki sem að kennir hérna
krökkum að vinna og hvað lífi gefur ef þú ert að vinna. Já. Það er allt og margir sem er í erfiðleikum og enginn vill gera neitt fyrir það og hefur ekki aðstöðu til þess að því að þetta kostar allt svo óbóðslega mikið. Jú. Það kostar alveg rosalega mikið að vera með sérfræðingana sem eru allt góðs verði en en það er ekki hægt að hjálpa krökkum við eitt eða neitt. Nei, það er dálítið svona skondið að við skulum ekki, eða réttara sagt að félagsskapur útgerðarmanna og fiskverkanda skul ekki sjá sér hag í því að leggja eitthvað til samfélagsins í gegnum félagslega aðstöðu hjá bara eins og krökkum sem eru í einhverju vandræðum. Að það væri hægt að hjálpa þeim að snúa við blaðinu fólk sem hefur kannski verið í óreglu eða einhverju rugli eða vitleysu. Já, ég sér það bara með góðu íþróttastarfi. Já. Það er ekki lítið sem það lagar. Sem það lagar og gleður fólk að horfa á þetta unga fólk í íþróttunum. En sjávarútvegurinn á auðvitað að leggja sitt að mörkum til þess að hjálpa til við þetta. Og það er þjóðarhagur að þjálfa upp ungt fólk. Og nýliðun ætti náttúrulega að vera þannig að þeir fengju jafnvel nýliða kvóta eins og er gert í Noregi og fá tækifæri til að eiga sína trillu og fá að stunda fiskveiðar. Það myndi ekki drepa neitt, það myndi freka bæta. Það myndi bara bæta og laga stöðuna. En ég vil segja að lokum að áhuga fólk sjávarútvegsmál styðjiði við bakið á samstöðunni. Hún er eini fjölmiðillinn á Íslandi sem er að gefa tækifæri á því að ræða sjávarútveg og sjávarútvegsmál í hverri viku. Svo þakka ég fyrir mig og þér fyrir komuna, Karel. Þakka þér fyrir viðtalið, vinnur.